Einnig er æfingarrútína sem við getum gert áður en þið farið að hita upp bæði fyrir líkamsræktarsalinn og bara fyrir fótboltaæfingar. Við byrjum að rúlla, við notum annaðhvort bara þessa endarúllu og svo blöndum við inn smá bolta. Við byrjum að taka þessa endarúllu og við förum utan á IT-bandið, utan á fætinu. Látum rúlluna hérna rétt neðan mitti, eða fyrir neðan mjöðm, svo rúllum við hérna yfir og yfir. Ef þessi ekki nægilega mikið þrýstingur á fætinum, þá látum við báða upp. Og þegar þið finnið vondan blett, þá beygið hnéð svona 5 sinnum. Við erum búin að gera það, þá rúlla aðeins yfir svæðið aftur og þá erum við búin að losa aðeins bandið yfir. Í beinu framhaldi ætlum við að taka innan á læri. Þá leggist á rúðuna og komið henni fyrir hérna hjá hnénu. Svo legg ég alla fingan á rúlluna og rúlli vel yfir inn á læri og alveg leita upp á vöðvan sem liggur hérna hjá hnénu. Og svo þá komum við á boltanum og við notum hann mikið fyrir rasssvæðið. Komum honum fyrir hérna undir rasskinnuna. Lyftum fætinum upp og látum líkamsþyngd á boltann. Þetta er ekkert allt of þægilegt. Mikið af triggerpunktum hérna á þessu svæði. Mjög mikið af þetta losum, mikið spenna þarna. Ef menn eru með mikinn bakverk þá er ofta mikil spenna við myndast bæði rassvöðunum og litla rassvöðunum þarna piriformis sem er að staðsettur líka í rasssvæðinu. Og svo notum við boltann líka á svæðið hérna hjá mjöðminni. Þannig undir mjaðmabeininu, aðeins til hliðar á þessu svæði hérna, leggjumst við á boltann og þið munið finna þetta svæði hiklaust þegar punktinn er fundinn. Eftir bandvöðslosum getur verið mjög mikilvægt að opna mjaðmirnar og því notum við ekki marga tegundir af stöðutegjum, heldur vinnum við aðeins þeim sem geta hjálpað til og opna þau svæði sem þarf að opna. Oft er gott að nota svona tegju sem gefur þér svona utanaðkomandi tog sem ýtir liðinu meira inn í stöðu. Þannig við komum fætinum fyrir inn í tegjunni, á sömu hlið látum við fótinn upp á bekk. Svo byrjum við að halda í 30 sekúndur og meðan við höldum þurfum við að halda góðri stöðu upprétti og það kemur mikið tog framan á lærið og alla leið upp. Mjög mikilvægt er ekki að fara í fettu með bakið, heldur vera bara í góðri stöðu og eftir 30 sekúndur þá byrjum við að herpa eða kreista rassvöðvan og þá kemur togið alveg hérna upp líka. Við höldum í svona 2-3 sekúndur og við sleppum. Gerum það svo í aðra hálfa mínútu. Kreista, sleppa. Þannig erum við að opna þessum hip-flexorana sjálfa. Og síðan, í beinu framhaldi, er gott að við tegja þess á rassvöðvanum. Þá komum við bekknum fyrir þessa stöðu hérna. Látum fótinn inn í tegjuna. Komum henni fyrir stöðu. Höfum hnéð í beinni línu við ökklan og höllum okkur þá fram. Þessari stöðu höldum við síðan í svona 30 sekúndur líka. Og þegar við erum búin að taka rúlluna og líka hérna stöðutegjurnar á mjaðmasvæðinu, þá förum við í það að gera mobility æfingar eða hreyfanleikaþjálfun. Og gott er að byrja að taka innan á læri, þar sem við komum okkur í stöðu, þar sem við erum með hnén bæði í gólfið og passum að ökklarnir séu bara í hlutlausri stöðu og tærnar snúa beint út. Svo förum við á olnbogann, þetta kallast froskateygjan. Förum á olnbogann og við ýtum rassinum tilbaka og komum fram. Ýtum tilbaka og réttum úr okkur. Þannig að þið sjáu þetta á hlið, þá standa þetta beint út. Ég komið hérna niður og ég ýti rassinum tilbaka og upp. Þegar við erum búin að gera þetta í ákveðin tíma, þá lyftum við upp öðrum hælnum og erum að vinna í útsnúning á mjöðm. Þannig ég lyfti upp hérna megin og svo hinum megin. Það er oft gott að gera þetta í 8 á hlið. Þegar við erum búin að þessu, þá förum við beint í hérna klassísku Spiderman-æfingu sem við erum að gera mikið. Þannig að við erum með fótinn hérna uppi, hliðina hendinni, þrýstum olnbogann með þetta á gólfinu
Við snúum höndin út fyrir og fáum hamstring teygju. Gott að gera 6 endurtekningar á hlið hérna. Því lengra sem við náðum olnbogann, því meira mobility fáum við í mjaðmirnar. Hérna erum við að ráðast á allan hringinn, tökum fyrst innan læri, með snúningum tökum við rassvöðvan og svo tökum við aftan í læri þegar við lyftum tánni upp í loftið. Fjóraða æfingin í beinu framhaldi, þá förum við í armbeygju stöðu og við látum fótinn hérna og við þrýstum líkamanum niður og hérna erum við að teygja á rassvöðvanum aðeins, losa spennirnar þar. Svo, í beinu framhaldi þegar við erum búin að gera þetta, getið þið farið hérna á 4 fætur, spenna vel kviðinn, lyfta fætinum upp og gera hringi. Mjög mikilvægt að leggja í alla hliðina hérna og fara að gera einhverja svona hringi. Við viljum hafa hendurnar læstar, við lyftum upp og við teiknum stóra hringi með njánum. Og svo förum við í gagnstæða átt líka. Ok. Svo til að virkja rassvöðvann oft er gott að leggjast bara flatur. Við liggjum og við lyftum hnénu upp hérna. Látum ílina snerta hnéð, leggjumst niður, svo lyftum hnénu upp. Gera 8 á hlið, svo förum við í stöðu þess að við höfum hnéð beint undir brjóstkassa, förum við í plankastöðu og höfum ökklan í, plantarflexionarstöðu. Svo lyftum við upp hælnum, spennum kviðinn og lyftum upp hælnum á aftari fætinum. Og þannig kveikjum við vel á rassvöðvanum. Seinast í þessa rútínu förum við beint út með fótinn, spennum kviðinn og við lyftum upp fætinum. Læsum alveg kviðinum og hreyfingin kemur úr mjöðminni með lyftum fætinum. Kveikjum við hérna vel á glútmetvöðvanum. Í beinu framhaldi eftir þetta förum við í Cossack squat sem opnaði rosa vel mjaðmirnar og stöndum upp, látum líka þyngdina hérna og svo færum við hana yfir á hinn fótinn. Mjög mikilvægt er að geta haldið stöðu. En það er mjög erfitt og gott að halda í kassa til að koma það dýpra niður og færa líkamsþyngdina yfir. Vera beinu í baki. Í lokin þá er gott að fara hérna að setjast niður og við látum fæturnar yfir höfuð og svo rúllum við okkur eins langt fram og við getum og það eykur líka hreyfan líka í kringum mjöðm. Þessi rútína á að vera mjög góð fyrir fótboltaæfingar og lyftingar. Sérstaklega er að bara taka lappir, mjög gott fyrir hlaupaæfingar því það sem allir knattspyrnumenn eiga sameiginlegt, eða flestallir, er að mjaðmirnar eru vandamál, mjög stífar og lítill hreyfanleiki. Með góðum hreyfanleika fyrir æfingar getið þið aukið kraftmyndun og þið getið klárlega stokkið hærra og hlaupið hraðar. Takk fyrir.